Já, komið sæl og velkomin í Rauðan raunveruleika. Í kvöld erum við hérna með tveim góðum vinum, Kjartan Sveinn og hann Askur Hrafn. Góða kvöldi. Sælir, blessaðir. Blessaður. Takk fyrir að koma. Takk fyrir síðast. Þið eru búin að þekkjast lengi, I take it? Já, hvað? Ekki bara svona 1 ár? Eða svona 1,5 ár? Já, ekki meira, ok. Ég held að vera ykkur æskuvinnir eða eitthvað svoleiðis. Það mætti halda. Já. Þið eru close. Við náðum mjög hratt svona vel saman, var ekki? Jú, þetta var eiginlega, og það er náttúrulega svo góð spurning, sko, hvenær við hittumst fyrst út af því að það er alveg hægt að, það eru til myndefni sem hann hefur tekið af mér Þetta er svo fyndið. 2 ára aftur í tíman eða eitthvað, sko. Sko, fyrsta minningin mín af þér var þið hitti fyrir utan hörpuna eftir músíktilraunir 2021. Við erum náttúrulega mjög miklu listáhugamenn báðir, sko. Já, vorum alltaf að rekast á... Tónlistinni og svona. Já, vorum alltaf að rekast á hvern annan, bara í rauninni öllum bara svona menningulegum viðburðum sem við sóttum báðir. Þannig að núna er vinstri nepotismin að kikka inn. Já, heldur betur. Núna býð ég honum í hlaðvarpið mitt. Hægra meginn þá væri ég. Vindur svona upp á sig. En við hittumst líka á mótmælunum, Askur. Þar hittust við fyrst og mótmælunum vegna Íslandsbankasölunar. Já. Og þá varst þú svolítið með Kjartan og svo komið þið líka inn, Askur, og voru ykkur fleiri þarna úr Amnesty sem voru eitthvað svona... Hjálpaðu okkur eitthvað smá þarna? Það var ekki úr Amnesty að vísu, sko. Við erum ekki endilega skipta ykkur að það var svona mjög, þú veist, pólitískum hlutum. Við erum fyrst og fremst að horfa hlutina út frá mannréttindum og það var svona óflokksbundið. En ef að manneskja úr ákveðnum flokk skildi vera náttúrulega að brjóta á mannréttindum, þá myndum við náttúrulega, þú veist, þrýst á þá mannsku óháð því bara hvað hún stendur á pólitíska skalanum. Akkurat. Og nú fyrirgefðu Kjartan. Já, ég bara velti fyrir mér. Ég held að Karl hérna ætla að spyrja nákvæmlega sömu spurningar, sko. Já. Núna vitum náttúrulega ekki allir, Amnesty er oft í umræðunni. Já. Í deglunni maður sér yfirlýsingar og undirskriftasafnanir, auglýsingar. En væri mögulega hægt að fá svona einhvers konar svona mjög basic rundown af svona hver grundvöllin á starfinu ykkar er? Já, við erum fyrst og fremst í því náttúrulega að við stöfnum undirskriftum mjög mikið og bara þrýstum á stjórnvöld sem hafa verið að bara brjóta á mannréttindum fólks. Við erum með mannréttindaherferðina eins og þitt nafn bergar lífi. Þar eru við til dæmis að mjög mikið að berast fyrir réttindum samviskufanga, svona aktivistar sem hafa verið teknir í hald bara fyrir engar sakir. Eins og kannski mikið... Samviskufangar. Já, samviskufangar eins og sem svo náttúrulega bara Amnesty var til dæmis sprottið upp úr því Ef að Erdogan í Tyrkland er að fangelsa blaðamenn. Já, nákvæmlega. Til dæmis bara fyrsta dæmið held ég bara mál sem að Amnesty tók að sér var í Portúgal þegar það voru 2 Portúgalar fangelsaðir fyrir það að skála fyrir frelsi. Nei, alvöru? Nei, ég er að meina þetta. Og hvernig lýsti það sér? Voru skála fyrir frelsi í hvaða samhengi? Veit ekki hvað samhengi var, en það var bara það eitt að þeir skáli fyrir frelsi. Gerði meira sem bara hafi verið almennt samhengi. Já, nefnilega. Það er ekki meira, skilur við bara skála fyrir frelsi og pöntingin, það er eitthvað. Nei, nákvæmlega. Ekki skála það. Já. Og svo náttúrulega hefur við verið mikið í því bara skipuleggja mótmæli á þessu hluti. En svo ég var núna í sumar í Finnlandi, nánast tiltekið í Helsingi, þar sem að við skipulegum mótmæli fyrir utan Ísraelska sendiráðið, bara mótmæli gegn aðskilnaðarstefnunni gagnvart Palestínumönnum í Ísrael. Þannig við erum í svona hinu og þessu, svona ungliðarhreyfingin, hún sér það meira bara svona beinu aðgerðirnar á meðan náttúrulega bara svona Amnesty, bara svona skrifstoflið er meira í bara þá svona rannsóknarvinnu og bara svona mannréttindaherferð á netinu og bara svo erum líka fólk í því að sannleiksskiptum út á götu. Núna held ég að mjög margir getur að spyrja sig, sko, í þessu alþjóðlega samhengi. Við erum að tala Erdogan, við erum að tala Portúgal árið 1900 og svo. Já, 1960 minnum að hafa verið. 1960 Portúgal. Núna getur mjög margir í miðju hægri kreðsum Íslands spurt sig, sko, eru þörf á mannréttindasamtökum á Íslandi? Já, svo sannarlega. Við höfum líka núna verið að koma með yfirlýsingu í sambandi við til dæmis útlendingafrumvarpið sem var lagt fram í 5. sinn. Það voru mörg samtök sem að komu saman og gaf út sameiginlega yfirlýsingu og afstöðu sinni gagnvart því. Við höfum líka verið að skipuleggja, tókum þátt í mótmælum núna í fyrra
þar sem vorum að þrýsta á stjórnvöld að taka á móti flóttafólki frá Afganistan og já, við höfum alveg verið að taka fyrir mál sem gerst á Íslandi, líkt og bara við sverum heim. Það smá eins og útlendingalögin okkar hérna miðið stundum að því að velja inn bara fólk frá select löndum. Já. Tökum inn frá Úkraínu og Venezuela og svona og það er rétt og gott að gera það. En einhvern veginn verður fólk frá Afganistan og Palestínu og Sýrlandi og svona og Lebanon og eitthvað, það er mikið minna en það. Já, nákvæmlega, við líka viljum leggja mikla áherslu á það náttúrulega, þú veist, og ég sérstaklega bara persónulega að mismuna ekki flóttafólki út frá náttúrulega kynþætti eða þjóðerni. Já, einmitt, akkurat, nákvæmlega. Og hvað er það að gera þessa dagana svona þið unglingahreyfingin? Sko, við náttúrulega vorum mjög mikið í sumar að starfa og þá sérstaklega náttúrulega voru í Finnlandi, tókum þá þar ásamt amnesty-deildunum frá Færeyjum, Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. En svo þá erum við núna bara komast á skrið svona í hauststarfinu hjá okkur. Já, gaman. Já. Quick shoutout Amnesty Færeyjar. Já, heldur betur. Ég vona að þessu að gera eitthvað gott, Já. ég trúi því. Þeir eru allt. Nei, það var sjúklega gaman að sjá að þau voru með bara sína eigin deildana og mættu. Næs, já. Já. Kom síðan að því hitti líka dóttur eiganda Sirkus. Þannig að Sirkus með á Lækjargötu niðri bæ. Það er færeysk keðja. Það er annar Sirkus í Færeyjum. Mjög fyndið. Já. Þetta hljómar eins og eitthvað epískt millilanda pubbaröld. Já, heldur betur. Þeir eru mjög gaman á Sirkus. Já. Sagt ykkur það. Getur byrjað að fara í bónus í Færeyjum og getur bjór þar í bónus. Já. Bónus í Færeyjum, þetta sem er fréttið. Það er bónus í Færeyjum og ég held að hann sér áfengi meira að segja. Var þetta Hagar? Já. En Hagar, vinna þetta? Ég held það er bara svínið, sko. Það er bónusvínið í Færeyjum. What? Það er svo margt sem maður veit ekki sem bara svona eitthvað bara, já, Íslenska síðan í undirstafnam, sko. Það er bara mannviðsbrekkan í Færeyjum. Kemur minna óvart að það sé íslenskt fyrirtæki í Namibíu en í Færeyjum. Nei. Já, talandi um þetta dómsmálaráðuneytið. Hann kom inn að held að það hafi verið dómsmálaráðherra Namibíu. Ég kannski var með, það var einhver háttsettur embættismaður frá Namibíu sem kom alltaf, já, hann talaði um dómsmálaráðherrann okkar og henni mætti bara Brynjar Níelsson. Mætti hann þá fyrir hönd þá Nonna Gunnars? Já, ég sagði eitthvað, hann var upptekinn. Fyrir Jón Gunnars, já, hann mætti fyrir hönd Jón Gunnars og út að taka á móti þarna mjög háttsettum erindreka annars ríkir sem að sko fyrirtæki í okkar ríki er búið að brjóta stórlega á. Vá. Þannig, þú veist. Það er líka svolítið fyndið sko að vera þessi manneskja komin hingað til þess að hafa svolítið hlutlausa, rólegar umræður efnahagsleg tengsl fyrirtækja og svo sem tekur á móti er beinlínis viðræðin. Brynjar Níelsson. Já, einmitt. Já, býtti, ég sé þig í fréttablaðinu okkar út af því að þú ert partur af þessu máli. Maður myndi halda að þetta væri super official sko. Þú veist, það er, Já. En það er bara augljóst af hverju það er ekki, það er að því að Sjálfstæðisflokkurinn vinnur mikið bara fyrir Samherja útgerðina. Það er mjög rótgróin tengsl á það milli. Helst allt í hendur, sko, maður finnur alltaf betri samvinnu hreyfingu en Samherja. auðvald hægri sinns í Íslandi. Ég veit ekki hvort að, já, mér líður eins og Binni sé mjög mikið að vinna með sömu taktík og Boris Johnson gerði náttúrulega í sínu valdati, svona trúðslæta taktanir og nefnilega, þú veist, svona reyna einhvern veginn að vera meira svona viðkunnalegur og svona relatable fyrir, þú veist, bara hinn almenna borgara. Almenning, sko. Já. Ég held að það hafi verið skrifað töluvert þetta og þetta var líka sagt þú veist, án þess að vera dramatískur, það var þetta sagt Hitler, þú veist, þegar hann var fyrst að koma. Nei, ég myndi. Hann er bara buffoon, hann er kjáni, sjáðu hlutinu sem hann er að segja, sko. Þetta er kjánalegt. Þetta er samt ákveðin aðferð hjá populistu, sérstaklega. Að ná að mæta og ef við ætlum kannski að færa okkur í aðeins kannski slæmi populistu. Minna klassísk dæmi. Núna erum við náttúrulega komið með, sko, Trump er búinn, ég getum byrjað að analýsa hann. Já. Og hans kannski meira Vonum hans er búinn. Hann er búinn í bili, sko. Núna þegar loknar undan storminum, eftir stormin, en hann er komið, þá getum við séð sko, hann með sín trúðslæti sem væri rauninni bara, maður upplega kannski svona sem verkfæri republikana til að komast meira inn á völd. Tók honum ekkert endilega alvarlega, það er alltaf verið svolítið hávert í republikanaflokknum, svolítið á móti Trump, svona andstæðar styrjandi fylkingar. Algjörlega. En svo sjáum við núna sko þegar hann er búinn í bili með sín völd og sína orðræðu að þá hefur hann markað sko miklu dýpri spor í republikanaflokks línum. Ég held að sé þannig í
republikana flokknum núna, ef þú fylgir ekki svona Trump-línunni á einhvern hátt, þú veist, þá átt ekki sens. Mér skilst að allir sem búin að vera að vinna í öllum forvölum og í þingsætin og svona, þú veist, í þeim forvölum öllum, að þú verður bara að vera hallur undir málstað og orðræðu Trumps til þess að eiga eitthvað sens. Ég held að kannski, að næstu kosningar og getur ég vel séð sko eins mikið og að gert grínabyrjan Níelsinni og allir eru frekar meðvitaðir að þetta ekki það alvarlegu karakter í íslenskum stjórnmálum, hann verður líklegast ekkert meira en hann núna. Þá kemur ekkert á óvart að það væri til eitthvað svona binna blokk í Sjálfstæðisflokknum næstu kosningar, þar sem að fólk væri að taka upp svona hans rosalega svona undarlegu, ekki mynd hugmyndafræði, svona hugsjón, svona hans sín á hlutina og líka finnst mér áhyggjur af því sko eins og þeir gerðu republikanarnir mikið að fara innbytta alveg ótrúlega mikið á eitthvað svona menningastríð og menningarleg mál og vera alveg endalaust að festast í því sko að þú veist ég áhyggjur af því að þeir séu að reyna að innflytja þá svona umræðu og það dynamic sem voru í gangi í Bandaríkjunum að þú veist eins og DeSantis sem governor í Florida hann sendi eitthvað post á alla helstu fjölmiðla daginn og þá var hann að segja bara þú veist, a woke mob búin að taka yfir þingið okkar rise up, skilur, þeir eru að heila þó krakkan ykkar til að hata hvíta og hata Bandaríkin og republikanir eru að setja lög, þú veist, til dæmis í Virginia að kennarar megi ekki kenna sanna sögu þú veist, landnámið og hvernig Bandaríkin þróuðist. Ef þú kennir sanna sögu í Virginia þá getur verið handtekinn, þú veist. Ég held að þessi lög séu komin í gegn. Ég sá eitthvað tíst líka að vera að tala hvernig það var fólkum republikana í ykkur fylki hvernig þeim langaði að byrja að kenna báðar hliðar af helförinni. Sáðu þið eitthvað þetta líka? Já. Hvar þetta, segirðu? Ég þóri ekki að fara með það, en ég man þetta var frá einhverjum bara verified stjórnmálamanni á Twitter. Hann held að hann hefði verið, hvort hann hefði verið eitthvað þá, svona governor í einhverju fylki. Maður getur rétt ímyndað sér hvernig allir þessi ekki svipað í gangi með í Ungverjalandi og Pólandi og svona, það voru non-LGBT zones og hvað kjaftaði hana? Nei, í alvöru búið að koma einhver svoleiðis á. Var það ekki Pólandi? Þriðjungur Póllands anti-LGBT þar sem að þeirra áhrif eru hunsuð eða svona. Já, þetta var svona svæði sem eru frjálsundan áróðri frá LGBT. Já, og þeirra global homo stefnu eða eitthvað. George Soros, homma, eitthvað, bla, þú veist. En svo náttúrulega Fidesz sem að systurflokkur Sjálfstæðisflokksins, stjórnar Ungverjalandi. Líka Tyrkland, flokkurinn sem yfir það systurflokkur Sjálfstæðisflokksins. Mættu á okkur ráðstefnur í einhverjum samtökum saman. Sjátt á AKP og Fidesz. Einhver bestu systur. Hérna sjátt sko. Já, hérna sjátt ykkur. Jokes. En Fidesz byggir mjög mikið á sínu plattformi að sko, ef þú til dæmis ert ekki í Budapest, þetta eru tveir mismunandi heimar sko, Ungverjaland í Budapest og utan Budapest, þá þeir sko í raun að byggja á sinni orðar sko, ef að þú kýst ekki okkur, þá munum við vera svo Bandaríkin sem eru svo úrkynjuð og okkar slæmt. Og verðum meira svo vestrið sko. Öfga hægrið að tala það. Já, þannig að við fáum svona mjög skýra, við fengum kannski skýrari svona pro-Putin línu hjá þeim áður en einhverjir sérstakar aðgerðir átt sér stað. Það þessi íhaldssemi sem mikil í Rússlandi líka, það er svona traditionalismi og Putin notar þetta menningarstýrstæmi mikið sko. Og systurflokka Sjálfstæðisflokksins. Let's go. Spauglaust, það voru, ég held að bara, ég vona þess að ég er búin að slúta sambandinu núna. Hlýtur að vera nú já. En systurflokkur Sjálfstæðisflokksins í Rússlandi var einmitt samin á Rússland. Flokkur Pútins. United Russia. Var hann líka á þessum ráðstefnum með Sjálfstæðisflokksins? Ég held hafa allir hist og tekist í hendur, sko. Svakalegt. En Bjarni Ben mun náttúrulega segja, sko, ég var náttúrulega bara að gera þetta, ég þurfti að gera það, sko. Við náttúrulega bara kurteisir, sko. Nei, Bjarni, hann hefur aldrei klúðrað neinu, náttúrulega, nokkurs tíma. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei starfrækt lögregluríki á Íslandi. Nei, alls ekki. Og öll gögn það brunnu í Bústað held í 1975 gögnum eftirgrennslanarnefnd lögreglunar sem var með það sérstaka markmið að njósna útlendingum og kommunistum. Já, akkurat. Og það brann allt í olíutunnu. Já, seems legit. Hægt að finna það á Wikipedia. Mér finnst alls svakalegt að útlendingastofnun hét útlendingaeftirliti þar til fyrir bara ekki það mörgum árum. Já, útlendingaeftirliti. Getið ímyndað Foreigner Patrol. Yes, we are the Foreigner Patrol. We will help you. Það er alveg vonlaus stofnun eins og hún er búin að vera að starfa undanfarið að það mætti leggja hana niður og byggja eitthvað nýtt eða bara koma með alveg nýjan grundvöll hvernig við gerum við það allt sko. Já, ég var alveg bara, ég var alveg
svo pirraður muni eftir handtökunni í fyrra á Palestínumönnum tveimur. Já, út af COVID þannig tests. Já, það var sagt við að væri að fá vottorð til að fara í bólusetningu en svo handteknir á bara mjög ódeilisfullum máta og þeir var tilkynnt að þetta vísa úr landi samdægurs. Vá, ég alveg man ekki eftir þessu máli. Það var svakalegt. Annar var líka, minnir mig, var að þjást af áfallastreitu röskun og var flóaveikur. Sá aðili, hún var hendi í jörðina og sprautaði niður og skotin að rafbyssu af sögn sjónarvotta og hann minnir mig of slasaður til þess að geta sendt hann úr landi samdægurs en hinn var sendur og þetta bara fánulegt líka. Til þeim formerkjum að þeir vera að fara í bólusetningu? Nei, það einmitt það sem bara eitt af því sorglegasta. Minnst að kosti vera hreinskilnir, kom inn í útlending eftir þetta, bara teysi ykkur niður og sprauta ykkur. Já. Bara hreinskilni kostar ekki neitt, sko. En þetta ógeðslegt hvernig útlendingaeftirlitið hefur frá stofnun verið mjög viðriðið einhverja mestu öfgahægri fylkingar á Íslandi, til dæmis hún stofnuð af manni sem fekk sérstaklega þjálfun hjá SA eða SS. Jú, hann sendur hérna til þriðja ríkisins. Sendur í að læra leyni þjónustu starfsemi og hvernig maður ætti að vera góður leyni þjónustu maður í Þýskalandi árið 1935. Hann kláraði námskeið þar, kom síðan heim og þannig að grundvöllur útlendingaeftirlitsins hefur alltaf verið og ég ekki að gera lítið eða of mikið fyrir eitthvað dramatísk áhrif, bara nasískur. Þetta bara staðrendunar. Nasísk fortíð útlendingaeftirlitsins og þegar maður gerir svona lítið í einhverjum grunni sem maður hefur. Ef þú breytir ekki sjálfum grunninum, heldur kannski bara nafnabreiting eða eitthvað svoleiðis, þá ertu samt, svo sama menning held ég að ég veit ekki af því að menningin innan útlendingaeftirlitsins hafi verið tekin eitthvað sérstaklega til skoðunar eða hvernig, fólk metið þar sem starfsfólk að verðleikum það duglegt í að fá fólk inn í landi eða út úr því. En ég býst í þessi sama menning frá upphafi við verið svolítið ósnortin að miklu leyti sem kannski ekki beint svona jafnmóðin svo margir hefði viljað, sko. En náttúrulega ysta hægrið, það vill þetta, ef þú fer alveg út í ysta hægrið sem alræðiskent eða totalitarian, að þá náttúrulega á þess að kannski þora að segja það í opinni umræðu í frjálsum lýðræðisríkjum, að þá vilja þau innan gæðslappa. Já, whatever this is. Já. En þau get ekki talað svona í opinni umræðu og það er líka önnur staðreynd og þetta er bara staðreynd, ég veit ekki hversu mikið þetta að segja út frá þessari staðreynd. En það var nasistarhreyfing á Íslandi og þegar hún var lögð niður, þegar stríðið var að byrja og Bretarnir og Bandaríkjamenn voru að koma og þá var hún lögð niður og allir skráði meðlimir í nasistarhreyfingu Íslands gengu inn í Sjálfstæðisflokkinn. En dýpri punkturinn náttúrulega þetta er þessi viðhorf og þessi menning og svo líka valdið og hvernig það liggur og hversu langt það getur gengið í að gera það sem það vill einstaklingar sem eru með valdið þar til að almenningur þau segir bara stopp, sko. Við erum flest ekki brjálæðislegir íhaldsmenn eða róttækir hægri fasistar, en þeir eru þannig. Flest okkar hafa ekki fortíð að rækja til nasisma. Nei. Það samt rosa áhugavert hvernig náttúrulega það fólk í Sjálfstæðisflokknum sem meina að þetta ekki í sjálfu sér íhaldssamur flokkur eða það engin útlendingaandúð innan hans en svo með ekki reynilega alls ekki við því að missa svona típur eins og Brynjar Níels og álíka Kauða. Halda dómsmálaráðuneytinu bara endalaust en svo þetta kannski svipað með Sjálfstæðisflokkina mann í kosningunum 2017 þá voru þeir að tala eins og sósíaldemókratar, sko. Við verum að reisa við velferðarkerfin og bla bla bla, þannig að lítið að marka á. Mér áttu eitt besta slagur sem ég hef heyrt í kosningum komið mitt frá stórmynda Bjarna Ben. Lækkum skatta og bætum heilbrigðiskerfið. Og það búið að lækka skatta á efsta 1% og skattbyrðin á okkur búin að aukast. Og í nýjustu fjárlögum þá verið að draga úr velferðarkerfnum eða miðað við verðbólgu og samt Sigríður Á Andersen í útvarpinu að segja, sko, að það verið að skattpína almenning þannig að sósíalistaflokkurinn getur lagt sér niður af því að það verið að skattpína svo mikið. Það var rosa fyndið, sko. Við erum að tala um hvalreka skatti, skatta, fjármagnstekju skatta. Það var einn svaklega fyndin stafsnefing sem ég sá á Facebook hjá Sjálfstæðisflokknum að lægri tekjur tryggja betri lífskjör.
Skál fyrir því. Já. Það ekki þau sem lifa við lærið tekjur. Ó nei, þetta, og svo er náttúrulega skemmtileg staðreynd, þetta var náttúrulega ekki stafsning, þetta bara fór bara á vittlausan post. Nei, mitt. Líklega ekki, Ó shit, þetta átti ég að fara á auglýsinguna, þetta fór á groupchatið. Nei. Þetta var bara hugmynd, En hérna, já, svo gleymist náttúrulega eins og Sus í dag, þeir eru náttúrulega með myndir á background þeirra á vefsínu þeirra er Margaret Thatcher, sko. Já, einmitt. Þeir líta svolítið upp til hennar, sko. En þar eru þið allavega ekki að fela það, annað en í kosningunum 2017, skilur, þá þykjast þið verið eitthvað velferðarflokkur. Bara sýna okkur að þið eru Thatcher, segja okkur það bara. Bjarni vitnaði hann daginn, eða ekki? Jú, heyrðu, hann vitnaði þarna, gallinn við sósíalisma er sá að endanum myndu klára annar manna fé. Endanum kláraði annar manna fé. Sem er bara bein tilvitnun í Thatcher. Eru skjót spurning til Karl Heinz, hverju skapa pening í hérna almennt í samfélagi? Verkafólk. Verkafólki, sko. Vandamálið með kapitalisma er að klárar endanum auð verkafólksins kannski. Það er ekki svolítið vesen. Þú klárar auð verkafólksins, þú sígur eina beini, sko. Heyrðu, Kjartan, þú munt kunna með þetta sem fyrir FG-ingur. Það er núna félag í FG, já, ungir sjálfstæðismenn í FG. Já, það er hérna... Þú rétt mistar að því? Ég rétt mistar að því, en hérna fyrir þegar ég var þarna, við gengum í saman skóla, ég fór í FG 1 ára og hann fór í MA. Já, ég byrjaði árið sem þú hættir. Hrökklaðist milli sjálfstæðisbæla, sko. Það voru ennþá ummerki því samt þegar ég byrjaði. En hérna, ég myndi segja, sko, þegar ég var þarna, þá voru samtök ungra sjálfstæðismanna í FG bara kallað nemendaráði, sko. Já, í alvöru. Það var bara beintengt, þú voru... Já, það er hérna, ef ég má núna... Ekki þannig í framhaldsskóla Mosbæðar. Ekki þannig í Mosó. Nei, þó að sé sterkt undir sjálfstæðisflokknum í Mosó, sko. Já. Það hefur verið allavega að breyta svolítið núna, sko. Náttúrulega kynslaður skiptir svolítið mikið, en kynslan í FG er mjög sömvissi, sko, að epli fellur ekkert langt frá eikinni, sko. Nei, en ef ég ætla að rifja núna upp mína menntaskólagöngu, þá hérna var, þá er sko hérna, mennskólinn í Hafnarfirði, hvað heitir hann aftur? Flensborg. Flensborgarskólinn og FG eru miklir bræðraskóla eða systkinaskólar, sko. Já. Þannig að þau halda sem sagt leika árlega. Þess að þau tala það sem er keppt í Bjórðanby eða eitthvað svoleiðis. Og hinum þessum íþróttum skiptast á íþróttavöllum, sko. Hvort það er í Garðabæ eða Hafnarfirði. Nema, sko, þau byrja alltaf að sem er diss track. Já, árunni farið í þessa íþróttaleiki. Já, til að peppa það upp, skulum að kunna allir lagir og syngja. Og hinga til erum konum við mjög standard menntaskóla stöf. Það er einhver til skólar, hatt einhvern annan, semja diströkk einhvern annan og keppa sinni í Bjórðanby. Þetta er bara allt mjög gott. Nema fyrsta árið mitt í FG og eina. Já, tekur það skýrt fram. Mitt fyrsta og eina árið í FG, þá hérna var FG með stjarnfræðilega lag. Sem enda á því að FG byrjaði að syngja lög Flens á móti FG, út í FG-lagi var það ömurlegt. Ég hef heyrt sögur af þessu. Já, þetta var bara, það er ennþá talað þetta, segir Askur. Já, við erum FG, þið eru Flens, hvernig var það fyrir? Ég man ekki alveg nákvæmlega en því, en sko Flensborgarskólinn talaði að einhver lína bara þið munu allir mæta í bílum frá pabbi ykkar. Og sko, og þeir segja svona kannski eitthvað svona meira við tökum strætó og við erum gamlum bílum en þið náttúrulega allir að fara að mæta í sportbíl og pappa og það sem að FG nemendaráðs meðliminir gera til þess að sína fram á sína yfirburði er að mæta í dýrastu bílum pappa sína leggja þeim fyrir framan í íþróttahúsi og hafa þá í gangi með þeir standa fyrir utan flexing the privilege. Já, og þetta var náttúrulega kjánlegt að því ekki einungis kjánlegt frá svona anti-flottir bílar standpoint sem ég... Er ykkur anti-flottir bílar standpoint svona in general? Svona þessi nýjustu sko, eða þú mæta okkur fólki elitist... Já, algjörlega. Ég kann náttúrulega miklu metra... Mér finnst ekki vera til betri bíl en Volkswagen Bjallan, sko. Nei, það er Frátt fyrir nasíkar tengingar að vera að bjóða fram. Nei, þú ert ekki að tala um rúbröð, er það nokkuð? Ég fíla rúbröð, ég er bara gömlu Volkswagen. Já, Volkswagen rúbröð, það er draumabílinn. Það er náttúrulega vagn fólksins, sko. Nákvæmlega áttu að vera það. En hérna... Hvað finnst ykkur þessu umræðu? Sáu það Hannes Hólmsteinn daginn á Facebook sagði að nastar voru sósíalistar. Já, það er náttúrulega geggja að vera að flytja inn þann punkt. Þetta voru þjóðernin sósíalistar.
bara að því þeir kalla sig þjóðurinn sósíalista, þá eru þeir sósíalistar. Sósíalismi, argument, sko. Ég meina, ef að gæði með hríðskotabyssu skýtur niður slatta fólki og segir sem að vera friðsamur, þá er þetta ekki að segja sjáu hvernig er friðsamur, þetta er það sem friðsemi gerir. Þú veist, þetta eiginleginn þarf að vera dottin út úr þér, eða þú þarft að vera að gera þetta í bara pólitískum tilgang, sem hann er að gera náttúrulega. Já, og það er náttúrulega slæmt, sko, þegar maður svona skoður svolítið heiminn, maður kemst að því að eins og sérstaklega í Bandaríkjunum er skýrst dæmið um þetta, og Rússlandi líka að einhverju leyti bara heilbrigðasti grundvöllur líðræðis eða sá mikilvægasti er sko menntaður almenningur. Já. Þegar maður sér sko í hvaða hóp Hannes talar í, hann er náttúrulega svolítið, hann er ekki lengur tekinn alvarlega í háskólanum eða innan menntasamfélagsins eftir stórfelldan ritstöld, þá held ég þessi svona reiðu Facebook comment goblins sem að líta hann þá upp til hans út í hann er hann þótti sér að gáfaður fyrir stuttu sko. Ef hann er að segja eitthvað svona, það er náttúrulega bara vel mælt. Þeir taka rosa mikið mark á honum sumir. Nei, í alvöru. Svona hugmyndafræðilegur. Ég held að hann væri bara einn skemmtikraftur, bara at this point. Fyrir okkur, en fyrir einn bláa óraunveruleika, þá er þetta náttúrulega stórfenglega mikilvægur maður. Prins bláan óraunveruleika maður. Og náttúrulega allir sem fór í stjórnmálafræði, ég veit ekki hversu mörg ár þurft að fara í tíma til Hannes Hólmsteins. Já, pabbi fór okkar sko. Já. Í alvöru. Já, ég held að eitt af því fyrsta sem hann sagði Hannes í tíma við pappa, hann hefur við þetta upp sko, var bara, ef þið viljið læra það sem stendur í bókinni, þá lesið það hana. En ef þið eru í fyrirlesturinn hjá mér, þá ætla að læra það sem ég hef að segja. Jesus. Og hann segir þetta náttúrulega kjánlegt að svona rifið upp eftir árið stöld og almenna fávittaskap. En á þessum tíma hefði maður haldið svona, vá, þessi ykkur veit hvað hann er að tala um. Já, hann er að fara að leggja línurnar bara. Hann er að leggja línurnar fyrir okkur. Ekki takið mig sem til viðmiðunar. Ekki lesa bókina, hlustið á mig. Sem er kannski svona, sumir kennarar vilja alveg fara þangað og maður skilur það stundum sko, en ég fór ekki tíma til hans, en maður er heyrst um þetta sem er mjög sterkar skoðanir og frekar kannski hrókafullu með það sko. Ég meina, ég man eftir að hafa tekið íslensku kurs í FG. Lærði ýmislegt af kennarinn, en ekki mikið íslensku, hann rætti það ekki mikið. Hann sagði einhvern tíma að eini flokkurinn sem væri vitið að kjósa væri miðflokkurinn, loftslagsáhrif væri bara bull hjá vinstrimönnum og já, það er ekki hægt að taka mark á Grétu Thunberg vegna þess að hún er veik af einhverju. Ok. Já. Þetta er Páll. Nei, þetta er ekki Páll. Þetta er ekki Páll, þeir eru tveir lillegi kennarar í FG. Já, Páll og einn annars. Páll og hinn. Þeir segja þetta í tíma, Já. Svo er hægrið að væla yfir pólitískum áræður í skólanum. Nei, út af vinstri er náttúrulega alltaf að byrja svo mikið. Já. Og það sem Bandaríkjamenn, og republikanir kalla critical race theory, en þetta er bara eitthvað svona fáránlega óskýrt hugtak sem þeir nota bara til að tala um eitthvað sem þeim einhvern veginn líkar ekki eitthvað við sko. Mjög auðvelt að slappa þessum svona CRT stimpla og allt. Þannig er að réttlæta þetta í Virginia að þú megir ekki kenna söguna eins og hann gerðist. Þetta er anti-critical race theory, skilur við. Þetta er samt, hvernig er þetta að kenna sögu sem er ekki sannsöguleg? Þetta sé til dæmis að kenna the Thanksgiving, þú veist. Já. Og það er svona romantísk útgáfa af því sem gerðist, þú veist, svona í grófum dráttum. Svona sigrúðu saga, já. Já, þú veist, Indíánir koma við gáðum hvort öðrum að borða og eitthvað svona. Og þetta hefur kannski alveg gerst ykkur tíman, svona, þú veist, gott moment á milli Native Americans eða þeir innfættra í Ameríku og síðan Evrópubúarnir sem voru að flytja síðan. En náttúrulega, yfir stórmyndina litið var þetta bara þjóðamorð, þú veist. Já, bara að öllu leiti, já. Við getum mjög miklu leiti hort til, sko, hvernig mismunandi nýlendustefnur átt sér stað. Við ætlum að fara út í einhver svona rosalega djúpar pælingar. Það var mjög mikill munur á, sko, forsetum Frakka og Breta sem voru rauninni hlið við hlið. Já. Í Bandaríkjunum í Norður-Ameríku, já. 1700 og í svona síð 1700 upp svona byrjun 1800. Þar sem að einhver litu varstu með frekar þéttbýlt, frekar iðnvætt að því litu sem var hægt að gera áður en iðnbyltingin náttúrulega átt sér stað. Já. Samfélag austan Appalachífjallana sem þarna skipti sem eru svolítið nált ströndinni sko. Það eru nýlendur Frakka þarna. En svo voru Frakkanir með Louisiana, upp Mississippi fljótið. Þeir voru með Quebec náttúrulega eins og við vitum í dag.
en svolítið það sem Kanada í dag þeir setja mikinn metnað í Quebec að fólk mæti flytja þangað þeir vildu en hérna annars myndi þeir nota bara allt Mississippi fljótið sem þetta stærst í heiminum í rauninni bara svona við förum þangað nokkur sinnum upp ána á ári fáum hvern feld og síðan förum við bara aftur í Louisiana Var ekki bara fyrir í valdatíð Napoleon sem þeir seldu Louisiana? Jú, svo seldu þeir hérna eftir að flota þeirra eyðilagast upp Waterloo og seldu þeir Louisiana til hæst bjónda Britanir eða? Nei, Bandaríkin voru náttúrulega sjálfstæð þessum tíma keyptu Louisiana og hérna þá þurftu indjánunir þar allt í einu að fatta að væri bara til menn sem voru hvítir og voru ekki komin til að gera viðskipti nokkuð svona ári heldur bara til að slátra þeim öllum Brútal Það var náttúrulega ekki bara Louisiana þó það var kallað Louisiana kaupin en það var líka bara held ég öll Mississippi áina miklu Já, nákvæmlega en það að kenna þetta í Bandaríkjunum væri sko innan einhverja fylgjast bara svolítið ólöglegt sko. Já, þetta að verða þannig sko það fyrir gróðanlegt sko eins einföld saga þetta þá hérna vil ég náttúrulega frekar halda við ég veit ekki hvað myndu segja Louisiana kaupin bara þetta var góð business deal Já Svo keyptu þér Alaska, þið sjáu keyptu því núna Nei, ég keyptu það ekki sko Ég meina þetta var rétt ákvörðun á tímanum En þetta sýnir hvað þetta er grillað, það er þessi heimsveldi, þú veist, og þau eru með þetta landsvæði þar sem áður bjó bara fólk og þau eru búin að taka það og vera að selja ykkur öðrum það. Það er náttúrulega mjög auðvelt núna fyrir Bandaríkin og marga horfa á sögu nýlenduvæðingar Bandaríkjanna, eða hvernig þeir hafa beitt sinni nýlenduvæðingu. Í þessu konseptum svona hversu mörg $1,000,000 fóru í að kaupa þetta landsvæði og sjá hvað þau eru rík núna. En ef við varum kannski svona hversu mörg milljón mannslíf þurft að fórna í hverju einustu viðskiptum sko. Jesus, já. Þjáningin og eymdin sem að fylgja þessu sko. Já, þetta er bara hryllilegra en eiginlega maður getur ímyndað sér þú veist að vera þannig sko, vera partur af einhverjum myndina ættbálk. Er ekki almennt talað innfædda Amerikana nú dögum samt? Skilst það, jú. Og það er frekar ekkert, þú veist, þau sem voru þarna áður en að annað fólk kom frá Evrópu yfir á bátum. Þetta er náttúrulega bara eins miklir Amerikanar og hægt að vera. Já, búin að vera þarna frekar lengi, sem segja 10.000 ár eða eitthvað, en aðrir meira. Og þeir voru náttúrulega með rosalega merkileg samfélag í hérna, eins og í kringum Mexíkó og fjöllin hana í Kaliforníu og þar alls staðar, sko, Nýja Mexíkó, Kaliforníu og þessum ríkjum sem liggja náttúrulega Mexíkó. Það voru virkilega, sko, þéttbýlsvæði sem voru, sko, ef mér skjáttlast ekki, byrjuð að þróa bara sínar eigin landbúnaðarbyltingar. Þau voru bókstaflega búin að þróa, en ég veit ekki hvort þau voru búin að koma með ritmál en þá. Þetta er mjög áhugavert. Ein stærsta borg sem við búin til fyrir innbyltingunum var hérna Tenochtitlan sem er núna Mexíkóborg. Og það Aztekanir eða Majanir. Það er ekki smá sorgilegt líka hvað bara heimildir þetta og bara hvað það glataðist bara allt saman. Glataðist ekki, þetta var kerfisbundi brent. Já, nefnilega. Já. En svo er verið að finna meira og meira núna, þegar þeir eru að taka, ég veit ekki hvernig þeir gera, þannig einhvern veginn skanna Amazon frumskóin. Og þá byrjar að sjá, það voru stóra borgir hérna og voru að finna fleiri töflur og þeir eru að ná að þýða, þú veist, hieroglyph tungumáli þeirra og svona ég held að þessi spennandi dæmi að gerast í fornleifafræðinni varandi þetta allt sko. En mér finnst einmitt mjög áhugavert hvernig það var víst, þú veist, landbúnaður og þarna í Mið-Ameríku og Suður-Ameríku, Aztekarnir og Majanir og svona, en svo samt í Norður-Ameríku voru þetta bara eiginlega ættbálkar einhvers konar, virðist vera. Já, það voru náttúrulega svo mikið vísindalar og svo auðvelt að komast í prótein. One text Bolsonaro bara ekki að eyða þessu líka. Andjóks. Þetta byrjaði að hljóma eins og Joe Rogan podcast. Við erum bara að tala týndar siðmenningar. Ég er ekki hlust á eitt þátt af Joe Rogan. Þetta er ekki einu svona viðurkenning. Þetta er bara svona gott. Það var gott hjá að ekki hlusta á Joe Rogan. Það er gæðasniffill. Ég veit ekki, ég elskar Joe Rogan sko, til að segja satt, en ég byrjaði að hlusta á hann 2014 svo maður minna að hlusta á hann sko. En þú veist, einmitt hann segir mjög grillaða hluti að hann hafi verið að segja nýlega að hann ætlar að styðja DeSantis til forseta. Þú veist, maður er bara hvað, þegar ég byrjaði að hlusta það voru þetta bara einhverju hippar, hann og félagar hans. Ég ætla að þekki ekkert til hans, ég hef bara heyrt að hann sé einn sem veitum hann er bara... En líka með bara svona frekar skemmtilega takes á ýmsu og svona hlutir sem eru progressive í umræðinu og í mörgu öðru sem er orðið meira almennt núna sko. Sko ég hef heyrt tvennar hluti hann. Annað er bara að hann sé frekar umdeildur og hinn er að hann breytir eiginlega pólitísk
margar hugsjónir eftir því hvaða gestur kemur til hans. Það er svolítið mikið hann, sko. Já. Til miður, sko, hann flýtur svolítið. Og svo er hann búinn að vera ríkur í langan tíma og, þú veist, er í kringum allt þetta fólk með allan hennar pening og komið til Texas og það svona fyrir viðhorfið þitt kannski svolítið að breytast, sko. Ekki mætti á sopaða verkalýðisdrykkniðinu, manna. Já, gjör svo vel, við hittum það. Ekki sponsor. Þetta er ekki spons. Ekki spons. En Alþýðufélagið er inni sponsor samstöðurinnar og ef þið viljið styrka samstöðuna þá getið þið farið inn á Alþýðufélagið og gerst stuðningsaðili. Já, það er hvað, lægsta mánaðarlega áskriftin er ekki nema 1000 kall eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis, það er eitthvað svona 3, ég man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var, en þú veist, þið getið sett 1 kaffibolla á mánuði og það myndi hjálpa okkur verulega að byggja upp róttæka samfélagsumræðu hérna. Og nú erum við að vinna í því að fá fleiri að borði og svona, fleiri dagskrárgerðarmenn. Gaman að þessu. Ekki í boði vitið. Nei, sem er Coca-Cola. What? Nei, er það hluti af Coca-Cola European Partners? Skilst mér, sko, já. Svona alltaf toppur, heyri líka undir. En er þetta ekki vitið líka er þetta pyramidskím undir Coca-Cola? Sko, það er svo margt undir Coca-Cola að þú sér eitthvað nýjan svona drykk, þú veist, þú sér þetta eitthvað útlenskt líklega, þá er það örugglega einhvern veginn. Coca-Cola er græða, sko. Já, það er líka heilu veitingstaðinir stundum sem að Coca-Cola á bara. Hef ég heyrt líka, þetta er svo merkilegt að maður er að reyna að sniðganga eitthvað ákveðin fyrirtæki. Maður veit ekki hvað fyrirtæki eru bara dótturfyrirtæki hjá einhverjum stærri samsteypum. Algjörlega. Sem maður er að reyna að sniðganga til að byrja með. Það við séð þetta kort, það er svona mynd af einhverjum svona 7 vörumerkjum og svo dótturfyrirtæki og svo dótturfyrirtæki. Já. Og ef maður myndi elta allt tilbaka þá værum við ekkert að fá meira en svona 7 fyrirtæki í tótal í hverju verslun fyrir sig. Það er svakalegt. Við erum með okkar. Já, heyru. Prodúserinn hérna okkar er með hérna 15 fyrirtæki sem eru í eigu Coca-Cola. Yahoo News líka. Hann ætlar að sýna ykkur mynd sem kemur hann upp fyrir ykkur sem eru að horfa. Við erum að lesa það upp fyrir ykkur sem eru að hlusta. Já, við getum kannski sko hérna svona, þau sem eru stærst eru Nestlé, Coca-Cola, Uni. Þetta er svakalegt. PepsiCo hérna, General Motors. Getur zoomað inn aðeins. Kellogg sem er meira maður heldur sko. Mondelez, eru þeir ekki samvinnu fyrirtæki? Já, það. Já. Er þetta soft drinks, Andrés, sem að svona stór fyrirtæki í soft drinks? Eða? Já, ég skilji, já. Nestlé, Coke, Pepsi og bara þetta er bara basically svona graf, bara svona lýsingamynd yfir því hvað þau eiga virkilega mikið, sko. Já, þetta fyrirtæki er að... Er þetta allt bandarísk fyrirtæki? General Electric, Coca-Cola, Nestlé er held ég evróst. Það er einnig, já, Associated British Foods, stendur það ekki? Ég held að bandarísk svona stórfyrirtæki og conglomerates eiga eitthvað 50% því sem er hægt að eiga í heiminum. Þetta er náttúrulega líka, Bandaríkin eru stærsta bara efnahagsríki veraldar, þannig að kemur ekkert stórlega óvart. Call of Duty og Battlefield leikirnir, ef þið þekkið þá, og kannski sumir þekkið þá. Þeir eru í eigu sama fyrirtækis sem að er síðan í eigu að sko vopnaframleiðenda. Síðast ég vissi, ég er þetta að tjekka það fyrir nokkrum árum, sko, en já. En já, þetta er rosalegt, svona virðist þetta virka. Hanna ertu að segja mér að vopnaframleiðslu fyrirtæki stjórni ofbeldis töluleikjunum mínum? Já, og maður heldur alltaf að sé samkeppni á milli Call of Duty og Battlefield, og það er svona smá samkeppni, sko. En þú veist, all roads lead to Rome. Já, þetta er svona samkeppni að því leitaðir eru saman í sömu keppni. Já, einmitt. Að haldast í hendur kannski. Sömu eigendur sem er að græða á keppninni einhvern veginn. Þetta minnir pínu á, ég man 2018, ég hef verið að klára 9. bekk og það var eitthvað skólaferð og við höfum 2 valkosti að fara í bíó á annarkvort á Solo, a Star Wars story og síðan Avengers Infinity War og náttúrulega þessi náungi, hann var bara, ég veit ekki, bara bullandi incel, 4chan gæi. Hann segist á að hann vill ekki fara stársmyndina því hann vill boykotta feminista, politically correct Star Wars og fer síðan þaðan á Avengers sem er náttúrulega bara í eigu sama fyrirtækis, þannig hvað er hann að boykotta? Þetta er þessi menningarstríð, skilur við. Ef við erum að einbytta á þetta er svo smávægilegt með það sem er að gerast í heiminum, skilur við. Og mér finnst þetta ekki vera issue, en mér finnst það alveg fáránlegt þegar fólk er að missa sem þetta þessu en ekki óréttlætinu í heiminum og arðráninu, en það er ég náttúrulega sósíalisti, skilur við. Nei, ég veit það. Heilan hring með þetta. Við byrjum náttúrulega að tala áhrif sem að trúðar geta haft til langtíma skaða. En við byrjum náttúrulega Amnesty, en svo byrjum við að tala um Trump, Erdogan og þessu svona comedic relief karaktera sem fá sér svo allt mikið vægi og þetta er það sem gerist. Þú færði eitthvað svona
incel karaktera, Mhm. eins hlægilegir og þeir eru, Já, já. þá, sko, það versta kannski er að þeir halda þeir hafi rétt fyrir sér. Og þeir halda sér að gera eitthvað svona raunverulegar aðgerðir og ég meina... Ég gott frá, ég held að það verið Gabor Mate, hann að geðlæknirinn, ef þekki hann var að tala einmitt svona, það sem við myndum hugsa sem þessir incel svona alt-right karakterar, þetta fólk held ég á í alvörunni erfitt, Ég trúi alveg að ég er raunverulega erfitt, en já. Það er spurning sem hvort það er þetta... Þetta er félagslegt vandamál og ég mynd held bara út af því hvernig Bandaríkin verða. Þau eru að verða bara eins og eitthvað þriðja heimsríki þar sem að þú þarft virkilega að þræla þig út og það er ekki mikið að tækifærum og þú fær ekki heilbrigðistryggingu og það er 2 fjöldamál á dag. Já, og eru school shootings bara mjög oft, skilur. Og það er school shootings er bara rosalega sorgleg. Mjög sorglegt, skilur, en þetta sýnir einmitt að ef þú ekki með neinn velferðarkerfi og samfélagið þetta er bara ótrúlega brútal. En það er ekki til þetta net. Við hugsum oft velferðarkerfi, við eigum efna að hugsa velferðarkerfi sem eitthvað svona bónusa. Við erum þegar öll í stéttalísfélagi og höfum þar lendi minni þörf fyrir, já, víðtækt net og er til í Svíþjóð og Þýskalandi. En ef maður er í Bandaríkjunum og sér það sem er að gerast þar, maður sér henni bara, ef það er ekki til þessi leið til að grípa það sem eru verst staddir, sko afleiðingarnar eru, sko, þú veist, við erum svo heppið með að einmitt núna getum ekki ímyndað okkur þetta. Nei, út í þetta fer meira að segja versnandi, sko. Því lengur sem við líðum í að fá þessi sömu stóru fyrirtæki, gleypa náttúrulega minni fyrirtækin, við endum á því að hafa, sko, því meira vald sem færist í hendur þeirra sem eru að stjórna fyrirtækjum og ríkisstjórnum með mútunum og hagsmunasamtökum. Og svona. Því minna, því erfiðar að vera alltaf að búa til eitthvað svona lágmarkskröfur geðheilbrigðisþjónustu eða sko atvinnuleysisbætur eða einhvers konar aðstöð sem minna mega sín og því verr mun sá hópur bregðast við samfélaginu, eða þú veist. Akkurat, sko. Það verður skaði sem kemur að því að fólki líður svona illa og elst svona harkalega upp að það verður frekar harkalegt sjálft. Og þetta er eins og öll heilbrigðisvísindin virðast vera að sýna okkur núna, sálfræðin og læknavísindin og allt bara er að borga sig alltaf að fjárfesta vel í bara grunn heilbrigðisþjónustu, sálfræðiþjónustu og allt þetta borga sig alltaf. Nákvæmlega. Ríkið setur bara hressilega peningum í þetta og það skila sér. Það er líka bara að vera að fjárfesta í fólkinu á saman tíma. Já, og þetta er bara bókað á staðfest. Það er einmitt, við þurfum að berast fyrir því. En kannski svona að lokum, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt spjall, en svona, mér langaði að spyrja þig, Askur, að þessi gildi Amnesty, hver myndur segja að væri svona helstu gildin sem Amnesty stendur fyrir? Hvernig heimill Amnesty sjá? Náttúrulega ég vil taka fram að ég sem þetta þá hef ég verið að tala bara fyrir mig sjálfan, en ekki fyrir hönd Amnesty, en gildi Amnesty myndi ég segja bara væru bara að tryggja að mannréttindi fólk séu virt og bara standa vörð mannréttindi fólks. Bara í stuttu máli sagt. Við getum ímyndað okkur heim þar sem að mannréttindi eru virt. Nákvæmlega, já, það sem bara berast fyrir heiminn þar sem mannréttindi fólks eru virt. Það er held ég bara markmiðið. Við erum allir sammála það, held ég. Ég held að það sé bara skrítið þú sért ekki og ef þú ert ekki sammála af hverju ertu búin að hlusta okkur í 45 mínútur. Já. Þú lifir undir stein. Mannréttindi eru frekar solid pæling. Þau eru mjög solid pæling, algjörlega. Og bara með þeim orðum, við viljum heim þar sem mannréttindi eru í alvörunni virt bara á alla vegu. Já. Að þá kveðjum við ykkur hérna úr Rauðum raunveruleika. Ég þakka takk fyrir að koma. Og takk fyrir okkur góður ánendur, við sjáum síðar.